Það fellur til alveg ótrúlegt magn af úrgangi úr plasti í veröldinni og til dæmis á Íslandi eru árlega notaður 50 milljónir burðarpoka úr plasti og það nú hvorki meira en 800.000 lítra af olíu til að framleiða það. Hér í Húnaþingi vestra, við erum komin inn í grunnskólan á Hvammstanga. Þið hafið verið með grænfánaverkefni í gangi. Segðu mér aðeins frá þessu verkefni. Já, þetta í rauninni verkefni sem hófst fyrir 2 árum síðan, þar sem var ákveðið að reyna sporna við plastnotkun íbúa og það var í rauninni gert með þeim hætti að við fengum fjárstuðning frá Pokasjóði hjá Kaupfélaginu og Kvennabandinu til þess að kaupa í rauninni svona lífræna fjölnota burðarpoka. Svo dagaði verkefni reyndar aðeins uppi og var keyrt aftur í gang núna í haust og fengum svo fjárstuðning líka frá Sláturhúsinu til þess að fá krakkana með okkur í lið meira til þess að hanna svona segla og ísskáp og krakkarnir í rauninni sáum að útbúa myndirnar fyrir seglana sem voru þá í rauninni hugsaðar þannig að þeir færu á ískápinu fólki til að minna fólkið á að nota pokana. Og pokarnir voru svo sendir út bara núna í janúar, desember eitthvað þarna mánaðamótin og já, og sjást núna í Kaupfélaginu, alveg mjög litríkir og fínir, fólk mjög duglegt að nota þá. En það var í raun og veru afrakstur vinnunar, en hvaða vinna fór fram hér inn í skóla áður en að pokarnir fór í notkun? Já, í rauninni var bara fræðsla plast og skaðsemi plastsins í heiminum, hvað hún að gera lífríkinu og ég fór nú svona aðalega inn á dýrin og yngri krakkarnir gleyptu mjög mikið við þessu og eldri krakkarnir auðvitað líka en þau eru kannski svona móttækilegri yngri krakkarnir. Ég sýndi myndir af dýrum og af alveg bara eyjum þar sem að mannfólkið hefur ekkert verið að koma en allt fullt af rusli og dýrin í rauninni að drepast út af plasti. Og þetta hefur í rauninni haft það í för með sér að foreldrar hafa bara talað við mig það að þau séu alltaf með fulla vasa af plasti þessa dagana, en það er bara mjög gott. Ég veit bara eins og þegar ég var alast upp, þá heyrði maður ekki talað þetta. Þá var þetta eiginlega ekki til umræðu, fólk hafði ekki áhyggjur af þessu. En núna eiginlega bara alveg orðið fyllilega ljóst að það þarf að hafa áhyggjur af þessu, það þarf að gera eitthvað í þessu, það þarf að vinna í þessu og það gerir það enginn nema maður sjálfur. Maður verður auðvitað bara að laga hjá sjálfur sér, það það fyrsta sem maður getur gert. Hvernig hafa viðtökurnar verið við þessum pokum? Bara mjög góðar, alveg virkilega góðar og það ekkert mjög skemmtilegt þegar maður finnur í Kaupfélag að maður sér alltaf fólk með pokana og það var gert svona vísvitandi að þeir voru keyptir í mörgum litum, þeir voru gulir og bleikir og rauðir og svartir og bláir, minnir mig, ég man nú ekki hvort það voru grænir líka, en þeir já, það alveg, maður sér oftast svona 2-3 liti þegar maður fyrir í Kaupfélagið, þannig að fólki mjög duglegt að nota á, sem mjög bara, já, skemmtilegt að sjá. Eru þið almennt að flokka sorp í Húnaþingi vestra? Það mjög mismunandi eftir heimilum, en ég held að þetta sé mjög vaxandi, að fólk sé að taka sig á. En þetta auðvitað eitthvað sem fólk verður að temja sér og eins og hjá okkur þá þetta ekki alveg gefins. Þú flokkar heima hjá þér og þú verður sjálfur að sjá að fara með það á flokkunarstöð og koma því á réttarstaði. Og ég held að margir séu bara hálf latir við þetta. Finnst þetta of mikið mál? Vilja bara hafa tunna fyrir utan heima hjá sér og þurfa ekki að hafa fyrir þessu. En það eru samt mjög margir sem eru byrjaðir á þessu, veit ég, og margir sem eru alveg að fara að byrja, þú veist, þeir eru svona eins og ég sjálf, ég svona flokka ýmislegt, ekki allt saman sko, og alltaf að fara að taka mig á að byrja að flokka allt. Þannig að En skólinn í fararbroddi í samfélaginu við þetta, það ekki rétt? Jú, við erum grænfánaskóli, þannig að okkur rauninni ber bara skylda til þess að flokka og hér allt flokkað og það eins og fyrsta árið þegar við vorum í rauninni í grænfánum, þá vorum við voðalega mikið ofan í ruslatunnunni að flokka og svona verið að temja sér þessi vinnubrögð. Svo núna þegar flutningurinn á skólanum var í rauninni, við komum frá Laugarbakka hingað yfir á Hvammstanga, að þá þurftum við að fara svolítið aftur í þessa vinnu og við erum búin að vera svolítið föst í því í vetur og maður ennþá svolítið svona klagandi inn á kennarastofu, þetta á ekki að vera hér, en já, þetta kemur bara. En svo aftur á móti grænfáni líka á leikskólanum og það gerir það að verkum að krakkarnir sem koma frá leikskólanum, þau kunna þessi vinnubrögð þegar þau koma hérna inn. En
eldri krakkarnir sem voru á þessum tíma þegar grænfónin var að byrja að þau þetta kunnu þetta ekki. Þú veist, þannig að nú erum við að fá krakka inn sem eiga alveg að kunna þetta og vita hvernig þetta virkar. Þannig að nú þarf bara að kenna mömmu og pappa þetta? Já, og það akkurat það sem maður vonar til að krakkarnir, yngri krakkarnir geri, að þau svona íti á foreldra sína að gera það.